Góðir áhorfendur, nú að hefjast útsending á spjalli Drífu Snædal, forseta ASÍ, við Sigurð Inga Jóhannsson, formann Framsóknarflokksins. Velkomin aftur í þessa útsendingu. Nú erum við að ræða við síðasta forystumann stjórnmálaflokks í þessari hreinu. Tilgangurinn hefur verið að kjósendur og launafólk á Íslandi séu einhver nærum svona hugmyndafræði flokkana og hvernig þeir ætla að nálgast helstu lífsgæðamál og lífskjaramál almennings. En hingað þess að komin Sigurður Ingi Jóhannsson, formaður Framsóknarflokksins og ráðherra, velkomin. Takk fyrir það, og síðasti er vonandi ekki sísti. Sigurður, langar aðeins að byrja að ræða við þig samvinnuhreyfinguna. Af því að nú á hún sér mjög langa og merkilega sögu og í mörgu löndum var hún mjög nátengd verkalýðshreyfingunni, sérstaklega á Norðurlöndunum og merkileg saga og merkileg hugsjón. Hvað er samvinnuhreyfingin í dag? Sko, hún er nú kannski, hún er víðar heldur en við áttum okkur á. Það er allavega út um land víða er svona samvinna og þetta nýja hugtaklasi er auðvitað ekkert annað en samvinna, menn bara, það var svona... Þannig að klasarhreyfingin er hérna... Hún er bara nýja form af samvinnu. Hins vegar held ég að það sé skortur á því að hún sé svona sterkara efnahagslegt afl í samfélaginu. Ég er ekki að tala um gamla sí, sko. Ég er enga sjá eftir því. Það var sjálfsagt orðið óstórt, eins og mörg kerfi verða. En bara í mjög mörgum löndum, þú vissi að til Norðurlandana, við getum líka tekið Bretland og við getum líka tekið Bandaríkin. Þar eru svona samvinnu félög oft svona stór drifkraftur í ýmsu, til dæmis í dreifingu rafmagni, í dreifbýli í Bandaríkjunum. Svona non-profit fyrirtæki. Ég hefði gjarnan viljað sjá okkur takast í húsnæðismálunum að ná þessari samvinnu hugsun aftur þarinn. Hún var mjög sterk og ég hef bara talað við mjög marga sem eru 60, 70 ára kannski í dag, sem einmitt gátu á sínum tíma eignast sitt húsnæði. Í gegnum húsnæðissamvinnufélög. Gegnum eins konar húsnæðissamvinnufélög. Þar voru kannski kaupfélögin þá bakhjarlar eða svona stóru samvinnufélögin og það er það sem hefur skort. Við erum með löggjöf í kringum þetta og það fóru margir illa í svona búsetakerfinu í hruninu og ég held að margir séu hræddir við þetta ennþá í dag. Af því að þetta er ákveðin aðferð sem að hjálpar alveg klárlega fólki á mörgum sviðum og við gætum alveg séð þetta fyrir okkur miklu víðar. Já, núna hafa margir svona sem að þekkir áhuga að fara í svona minna samvinnufélagsform, hvort sem það er búseta eða rekstur á bíl eða rekstur á einhverju öðru. En það strandar svolítið á löggjöfinni að hún sé svona vinsamlegri svona minni samvinnufélögum. Já, það er eitthvað sem ég held við ættum að skoða vegna þess að ég held að eins og þú segir, ég held að sé vilji til þess að gera þetta. Ef við bara horfum núna á COVID, svo dæmi sem tekið, þá hefði það aldrei tekist nema með þessari gríðarlegu samvinnu allra landsmanna. Okkur hefði ekki tekist að framkalla og framleiða þessi bóluefni nema ef að vísindamenn og stórfyrirtæki heimsins hefði verið tilbúin að deila upplýsingum og fara í samvinnu. Þannig að það væri raun og verið samvinna sem að hefur skilað okkur þessum mikla árangri sem við höfum náð. Samvinnuhreyfing dagsins í dag er væntanlega ekki samvinna við stórfyrirtæki eða eitthvað? Nei, en hún var það þarna. Hún getur semst verið hvar sem er. Hún getur bæði verið í litlum einingum, bara fólks sem einmitt er að vil byggja hús saman eða eignast eitthvað saman. Eða þá, eins og getur verið, eins og var þarna í þessu tilviki með bóluefna þróunina, þar sem að bæði vísindamenn, háskólasamfélagið, en líka stórfyrirtækin voru tilbúin að deila upplýsingum og vinna saman. Ef við förum svona aðeins í stærri skalan, þá hefur náttúrulega salan á Íslandsbanka verið gagnrýnd og meðal annars af mér og verkalýðshreyfingunni og fleirum. En þetta setur hins vegar kastljósið á það sem við kalla samfélagsbanka sem er náttúrulega á rætur sínar í samvinnu hugsjóninni. Hafið þið veltið fyrir okkur eða er það á stefnu Framsóknarflokksins að gera Landsbankann á samvinnubanka? Já, við höfum verið með það í okkar landsþingsflokkssamþykktum að Landsbankinn ríkisbankinn
sem að við höfum þá stefnu að eigi að vera ríkisbanki, að hann eigi að verða samfélagsbanki eða með samfélagslegar áherslur. Þetta eru þetta ferli sem að menn bara sjá og þekkjum úr þýska sparisjóðakerfinu og þetta kannski úr íslenska sparisjóðakerfinu eins og það var hérna í gamla daga, sem ég held að falli mörgum í geð til þess að það gangi að fullu leyti upp. Þurfa þetta líka þá að vera þeir sem eiga peninga og setja peningan í innlán inn í slíkan banka, að vera með samfélagslega hugsun. En ég held að þetta veri áhersla sem veri mjög góð. En ég er reyndar á þeirri skoðun að þessi sala á Íslandsbanka hafi heppnast mjög vel og af því að samspili við að ná þessum markmiðum dreifða eignaraðild og fá þá þetta góða verð fyrir bankan sem var herra heldur en skráð verð hjá okkur í bókunum, að ávinningurinn er kannski ekki síður í því að við getum sýnt fram á að við getum fjármagnað lánsfjárþörf ríkisins öðruvísi heldur en að fara út á markaðinn og þannig taka þátt í að þrýsta upp vöxtum. Með þessu getum við með öðrum orðum sagt stuðlaða því að hér verði áfram til þess að gera lágir vextir sem að minnst eru mikilvægt. Þannig heldur þetta endi í einhverju dreifðri eignaðild, var ekki bara verið að gefa fólki sem á 1.000.000 peninga 200.000 kall og svo endar þetta í einni eignaðild? Ég heyrði og hef hitt fólk sem að nýtti sér það að það var hægt að fara allt niður í 50.000 krónur og sumt af því fólki var að velta fyrir sér sparnaði sem allir eiga. Og þannig að ég held að þarna hefum gefið fólki tækifæri á því að taka þátt í atvinnulífinu. Auðvitað verður einhverju mæli sem menn selja og við sáum náttúrulega ótrúlega mikla eftirspurn. Sáum reynda nýtt hlutabóð fjárútbóð í gær hjá Solid Clouds, svona leikjafyrirtæki sem var líka með mikla umfram eftirspurn. Hefur ekkert ágjör að við sem að gera okkur upp í 2007 ástand ennþá? Ekki ennþá. Þegar allir og ammaður eru að fara að höndla með hlutabréf og Nei, sko, við vorum kannski, og ég er alveg sammála því, það var mjög vont ár og við megum ekki stefna og ná slíku aftur. En ég held að það væri hins vegar æskilegt að stærri hluti almennings væri með dreifðari sparnað. Við höfum þetta verið með að reyna að gefa fólki færi á að taka séreignarsparnaðinn í gegnum fyrstu fasteign inn í húsnæðiskaupin sem hefur gengið mjög vel. Við vorum auðvitað með þessa hugmynd tilgreindu séreignina að hún gæti farið sömu leið til þess að styðja við fólk. Það gæti verið með sparnaðinn á 2 stöðum og þyrfti ekki bæði að vera að setja allt í lífeyrissparnaðinn á einum stað, heldur gæti sett í fasteignina með til viðbútar við séreignarsparnaðinn og ég held að það sé líka góð leið. En ég sagði alveg fyrir mér að í einhverju mæli, en bara hóflegum þó, og auðvitað eiga fólk ekki að vera gamla með peninga. Það er kannski gálegra að fara inn í einhverja hlutabréfasjóði eða eitthvað slíkt, það sem áhættan er meira dreift. En ég held að það væri, við sjáum það bara við berum okkur saman með Norðurlönd að eftir hrunið að þá fórum við mjög hratt tilbaka. En við vorum auðvitað að koma mjög vandan stað 2007, ég tek undir það. Ég hef svo miklar ágjörð því að það sé viðhorfi síðan allir séu kapitalistar. Þannig að ég hef það viðhorfi að fólk vill bara vinna áhugaverða vinnu og njóta friðar og öryggis og er ekki að pæli hlutabréfasafnið að banka inn í stæðum þannig dagstælega. Ég held að það sé rétt hjá þér, en það að mjög margir vilja eiga sitt húsnæði, við höfum séð það í gegnum kannanir. Þeir sem að það ekki vilja eða það ekki geta þurfa hins vegar að vera á öruggum leigumarkaði. Það er svona stefn okkar í húsnæðismálunum. En varðandi sparnaðinn þá held ég að margir vilja eiga húsið sitt sem þetta mesti sparnaður sem verður með. Þú vilt eiga öruggan lífeyrissparnað, en ég held að það væri til bóta ef að það væri þarna til hliðar þriðji sparnaðurinn, en ekki þannig að það væri allir að spekulera á hlutabréfamarkaði all daga. En þú tæpir þess á húsnæðismálunum og það er náttúrulega eitt af stærstu kosningamálunum framöndan. Ég meina, og bara stærsta lífsgæðamálið að búa í öruggu húsnæði sem þú hefur efna á. Og ég er alveg samanlega því menningin okkar er svona svo að við viljum eiga húsnæðin okkar, tryggingin okkar og lífeyrissjóðurinn og allt það. Hver er stefna Framsóknarflokksins í húsnæðismálum? Því að nú er þetta stór pólitísk mál, hvort eigi að fara í félagslega uppbyggingu,
hvort að ég láta markanum eftir að bara að Ég sá nú gera þetta. Ég sá ykkar ágæta bæklingi, sko, það sem þið segið að stjórnmálaflokkarnir hafa enga heildarsýn. En núna er tækifærið. En ég held að allavega í okkar tilfelli, þá erum við með það og ekki óvænt þá er það blönduleið. Við styðjum mjög við þennan vilja fólks að eiga sitt eigið húsnæði og þess vegna höfum við verið að tala um fórum við í þessa fyrstu fasteign þegar 2016 og við höfum verið að tala um þessa tilgreindu séreign á því sviði en við erum auðvitað búin að vera leiðandi í félagsmálaráðuneytinu bæði við að útbúa löggjöfinni kringum almennu íbúðirnar og svo núna hlutdeildar íbúðirnar og við sjáum bara árangurinn núna að cirka 1/3 af því húsnæði sem verið að selja tilkomið vegna opinberra aðgerða. Á sama tíma líka 1/3 af íbúðunum sem eru seldir verið að selja til fyrstu kaupenda. Þannig að ég vil halda því fram að það sem við höfum verið að gera hafi gengið vel en við þurfum að kannski loka hringnum. Við sjáum fyrir okkur að hlutdeildarlánin séu gríðarlega góð viðbót við almennu íbúðirnar, við félagslega kerfið, við stuðning við þá sem vilja eigna sitt eigið en eiga ekki möguleika á því og við sjáum fyrir okkur að jafnvel að forma það lengra, við höfum til að mynda verið að tala um að sumt af okkar eldra fólki sem nær ekki almennilega endum saman einmitt fólki sem annarkvort í dýrulegu húsnæði eða að borga enn af dýrum lánum sínum þegar það komið þannig aldur og þá væri kannski áhugavert að fara að forma einhvers konar hlutdeildarlán fyrir þann hóp þannig að við höfum verið að horfa á þetta heildstætt að reyna að tryggja það og svo hefur Ásmundur Einar verið að leggja líka mikla áherslu að nýta félagslega kerfið gegnum HMS eða húsnæðis- og mannvirkjastofnun í það að byggja íbúður út á landi í gegnum þessi opinberu kerfi. Þú ert að tala um Bríetarverkefnið. Þá erum að tala um Bríetarverkefnið og reyndar sem sagt útfærslu á almennu íbúðunum viðbótarstuðning þar, þannig að þar eru verkefni sem við kallum tryggð byggð þegar hann kallar og ég held að sé eitthvað 400 íbúður sem eru í gangi á landsbyggðinni. Sem að vera að búa til íbúður úr atvinnuhúsnæði á landsbyggðinni eða hvað? Já, stundum vera þannig, en það er líka nýjar. Já. Líka nýjar íbúðir á grundvelli almenna íbúðakerfisins. Það sem að þú getur komið inn með viðbótarstuðning vegna þess að vera að byggja á köldusvæði. Já. Og þarna verið að byggja upp núna á svæðum sem að hafa kannski ekki síðan nýbyggingar í áratugi. Þannig að ég vil meina að við séum með nokkuð heildstæða sína á þetta enda hefur þetta verið málaflokkur sem stendur okkur mjög nærri. Við höfum verið að leggja áherslu á að heimili sé hornsteinn samfélagsins og hvað þar heimili fyrst, það þetta húsnæði. En það náttúrulega, þetta á mörgum vígstöðum sem þarf að vinna á húsnæðismálin eðlilega. Og við lögðum töluverð áherslu að vera með svokallega leigubremsu. Það er að segja regulera að setja reglugerð utan leigumarkaðinn sem hefur verið náttúrulega eins og viltavestri bara og með þeim óskupum sem því fylgir fyrir marga. Frumvarpið komst inn í þing en ekki lengra. Fór það inn í þingið? Fór það ekki í samráðsgáttina bara og strandaði þar? Já, getur verið. Ég held það, því miður. Já, líklega verða inn í ríkisstjórn og var síðan í samráðsgátt. Já. En það var svo kallu leigubremsa, þannig að svona viðurkennt að það var ekki jafnræði á milli leigusala og leigjanda og styrkja leigjendur sérstaklega. Það er bæði það og síðan reglugerðir kringum Airbnb sem við vitum og óttum svolítið að fara að staða núna aftur með þeim afleiðingum að þrýsta upp leiguverði hérna. Já, við þurfum að hafa augun á þeim bolta. Ég hef nú bara haft áhyggjur, ég held ég að orðað á einhverjum þjóðhagsfundunum semst að hvað gerist núna þegar af því ástandið á leigumarkaðnum er akkurat núna ágætt. Verðið hefur ekki, eða skulle segja betra en oft áður, það hefur ekki stigið til að mynda í sama takti og íbúðarverðið og það er sjálfsagt vegna þess að framboðið er meira og það er kannski hin áskorunin sem að við gerum of lítið úr að það er að tryggja að það sé nóg framboð af hagkvæmu húsnæði og kannski ekki síst hér á höfuðborgarsvæðinu og þá hefur þessi stefna þéttingu byggðar sem er ágætt út af fyrir sig ef hún hins vegar svo eina þá verður skortur á
hagkvæmu húsnæði og jafnvel bara ekki nóg framboð af lóðum. Og það er svona Hvað er þetta Keldnalandinu? Já, það fór inn í var auðvitað í yfirlýsingu okkar í tengslu við lífskjarasamningin og tengdist þá þessari uppbyggingu samgangna, meðal annars almenningssamgangna, borgarlínunni sem áttu á að koma þarna inn og miðað við þau tímamörk sem þar eru, þá eru einhver ár í það að Keldnalandi fari í uppbyggingu til þess að samgöngukerfi verið komið, almenningssamgöngukerfi verið komið þangað á sama tíma. Og það er reyndar líka bara í takti við þau áform Reykjavíkurborgar uppbyggingu. En ég held hins vegar að þú ert hlindur leigu bremsunni svo að við komum þá eftir. Hún er auðvitað, útfærslan hún er viðkvæm, við þekkjum það sprakk ríkisstjórn í Svíþjóð í vikunni út af þessum málum. Sem sýnir hvað þetta gengur nærri hjarta almennings þegar húsnæðismál annars vegar. En það er lykilatriði að það sé þarna einhvers konar regulering og þess vegna var þetta frumvarp orðið held ég ágætt og svo hitt að framboðið sé nægilegt því annars búum við bara til einhvern óeðlilega markað. Þannig að það verður að vera samhengi þarna á milli. Gott mál. Það eru nokkuð svona atriði sem því ég er alltaf að reyna að finna svona stóru myndina í pólitísku hugmyndafræðinu og ég stundum svolítið erfitt með að grípa hana hjá Framsóknarflokknum en það eru þið í stjórn sem spannar vinstri til hægri og eru það einhver staðar á milli. Já. En það er tvennt sem svona er núna í umræðinni sem er óbúslega mikið heitt pólitískt mál og snerti svona hugmyndafræðina. Það er einkarekstur í velferðarþjónustu. Já. Og þegar ég, ekki bara einkarekstur heldur arðvæðing í velferðarþjónustunni. Talandi sprungna ríkisstjórnir í Svíþjóð þá hafa það nú tekið nokkra kollsteypur út af því einmitt. En hver er svona hugmyndafræði Framsóknarflokksins arðvæðingu í öldrunarþjónustu til dæmis? Já, við aðhyllumst nú ekki arð sem sagt að fyrirtækin í þessum heilbrigðisgeira við erum auðvitað fyrst og fremst að tala um jöfnuð og að tryggja jafna þjónustu til allra óháð efnahag en líka búsetu þannig að hún sé eins allstaðar og við höfum lagt mikla áherslu á það. Við höfum líka sagt að við séum hlynt blönduðum rekstri þannig að það eins og við þekkjum og erum auðvitað með í öldrunarrekstrinum bæði Grund og Hrafnistu og alls konar fyrirtæki. En það þarf að gera greinamun á profit eða non-profit, þessi arðvæðingu eða... Við erum ekki hlynt arðvæðingu þessa kerfi sem á að vera jafnt fyrir okkur öll. Það er einhver engan tilgang. Eins og þarf þessi rekstur að standa undir sér og ganga upp til þess að þjónustan við fólki sé nægjanleg og við þurfum að vera trygg í því að gangast eftir því að þjónustan sé eins og að jöfnum gæðum. Og þá er ég ekki að tala að hún eigi að fara niður á við, heldur verðum að gera þetta kröfur ákveðið kvaliteti. Þannig að þú ert ekki endilega hlynntur því að fólk geti borgað sér fram yfir sem hefur efnaði? Nei, en ég vil hins vegar, við viljum gjarnan fá fjölbreyttari form og ég til dæmis við töluðum það fyrir síðustu kosningar hvort að það væri einfallega ekki komin tíma á það að til að mynda lífeyrissjóðirnir okkar færi inn og myndu byggja dálítið af hagkvæmum íbúðum. Við þekkjum suma af þessum íbúðum fyrir eldra fólk. Við þekkjum svolítið af þessum þjónustu íbúðum sem að fólk borgar alveg ævintýralega fjármuni á mánuði til þess að vera í og eru þetta ekki í boði þar að leiðandi fyrir alla. Og við höfum sagt af hverju þarf þetta að vera svona dýrt? Er hægt að gera þetta hagkvæmar? Hvað er betra fyrir okkar eldra fólk að og ávinningurinn ætti að vera nægur fyrir lífeyrissjóðskerfið að byggja hagkvæmar íbúðir ef að það er vandamál að byggja Þannig við séum ekki að þrýsta á að ríkið geri það eitt eða einhver einkarekin fyrirtæki geri það eitt. Getum við ekki gert það í einhverjum svona blandaðri leið. Þannig að þú er ekki trú á því að einkaaðilar sem ætla í business geri þetta betur heldur en hið opinbera? Nei, en það getur verið ágætt að hafa þennan rekstur blandaðan til þess að reyna að fá fram bestu formin en ég er ekki vissum að á einhverjum tilteknum stað á landinu séu hver sem er tilbúin að byggja hjúkrunarheimili eða þjónustuheimili fyrir aldraða þegar það kostar meira að byggja það á þeim stað heldur en á hagkvæmasta staðnum.
Það er svona örstutt í lokin, sko, við erum nú búin að fara yfir víðan völl hérna. Jöfnur í gegnum skattkerfið. Já. Nú erum við komið þrepaskipt skattkerfi, en við höfum nú þetta slagorð, það er nóg til sem vísa til þess að það er nóg til í samfélaginu, en það þarf að dreifa þeim í sanngjarnari hætti. Já. Hver er afstæða framsóknar til hérna þess að nýta skattkerfi til jöfnunar? Já, við erum náttúrulega hlynnt í sko að það sé gert og ég er alveg sammála því að Ísland er mjög auðugt land og eitt af auðari löndum í heimi til þess að gera hæstu landsframleiðsluna og eigum að hafa þann metnað hjá okkur að tryggja að allir hafi hérna nægjanlega lágmarks framfærslu. Auðvitað mun alltaf einhverjir hafa það verst og verkefni stjórnmála mun alltaf vera það að reyna að tryggja að kerfin virki. Við munum ekki leysa þetta mál fyrir eitt skipti fyrir öll. Við vorum núna síðustu tvennar kosningar að skoða einmitt breytingar á skattkerfi sem miðust við það að jafnvel að fara í svokallaðan útgreiddan persónuafslátt. Við skoðum það í upphafi þessa kjörtímabils. Niðurstaðan var svo að við næðum ekki fram nægilegum jöfniði og við næðum honum betur fram með þessari leið sem við fórum. Það er að segja að bæta við þriðja skattþrepinu og að lækka verulega hérna lægra þrepið eða miðþrepið. Við erum hins vegar alveg til í að skoða alls konar aðrar útfærslur og það hefur til dæmis verið talsverð umræðum veiðigjöld og ég er á þeirri skoðun til að mynda að hún sé á sumum tilfellum of íþyngjandi fyrir minni fyrirtækin. Það sem verið að taka alltaf 33-35% af hagnaðinum út frá einhver ákveðnu. Það mætti alveg hugsa sér að veiðigjöldin væru með lægri prósentu þar en í staðinn væri viðbótar tekjuskattskerfi á fyrirtækin. Að þrepaskipta fyrirtækjaskatti líka. Að það væri og tryggingagjaldi jafnvel líka. Það væri leið til þess að jafna þessari stöðu fyrirtækja og viðurkenna leið að innan til að mynda sjávarútvegsins eru mjög ólík fyrirtæki. Það sem að kerfið, kannski þetta eina kerfi sem við erum með, sem er háð afkomu vissulega og færst þar alveg upp og niður eftir henni, að það jafnar ekki þarna á milli. Það er ekki hinn fullkomna nálgun auðlindagjald, en hún væri hins vegar sanngjarnari, sú gjaldtaka. En tíminn er á þroti, ég er búin að fá merkið það, en takk kærlega fyrir komuna og ég held að við séum einhverju nær, eða ég vona það allavega að hlustendur séu töluvert nær þau skilaboð sem Framsóknarflokkurinn ber til vinnandi fólks og almennings í landinu. Já, ég vona það og geta fylgst bara með verkum okkar á þessu kjörtímabili í því samhengi. Takk fyrir það. Takk fyrir komuna.